Komið sæl. Ég býð ykkur velkomin á málstofuna Listfræði í samtíma á Hugvísindaþingi 2020. Ég heiti Heiða Björk Árnadóttir og nefni fyrirlestur minn Börn annars umhverfis, Zoom-hópurinn Íslensk alþýðumenning og framúrstefnu hugtakið. Og í dag langar mig að velta fyrir mér og ræða nokkra erfiðleika í skilgreiningu verka íslenskra myndlistarmanna í alþjóðlegu listsögulegu samhengi. En ég einbeiti mér sérstaklega að hinum svokallaða Zoom-hóp, samtökum myndlistarmanna og ljóð- og tónskálda sem stofnuð voru í Reykjavík árið 1965. Og ég ætla að byrja á stuttum inngangi og kynningu á verkum Zoom og velta svo upp nokkrum spurningum varðandi túlkun þeirra og loks legg ég fram ekki endilega fullmótu svör en nokkra punkta í átt að svörum við þessum spurningum. En árið 1971 átti sér stað fjórða samsýning Zoom, Zoom 4, eins og hún var einfaldlega kölluð, og opnaði í Fótórsafninu, hluta af steytileiksafninu í Amsterdam í marsmánuði þess árs. Og meðal verka sem meðlimir Zoom sýndu á þessari sýningu voru málverk, ljósmyndir, hreyfiskúlptúrar, innsetningar, gjörningar og textaverk. En auk íslensku listamannana áttu bandarískir og evrópskir listamenn, þeirra á meðal Fluxus-listamennirnir Robert Fillieu og George Brecht verk á Zoom 4. Nú við opnun þessara sýningar lagði sýningarstjórinn, hollenski listfræðingurinn Guys van Tuyl áherslu á að steytileiksafnið hefði tekið þá ákvörðun að sýna verk Zoom-hópsins vegna þess erindi sem þau ættu við alþjóðlegan gestahóp safnsins, en ekki vegna þess að hér væri íslenskt sérfyrirbrigði að ræða. Og sömuleiðis lögðu meðlimir Zoom sjálfur áherslu á þá alþjóðlegu viðurkenningu á verkum Zoom meðlima sem sýningin fæli í sér. Í umfjöllun Zoom 4 má hins vegar greina áhugaverða togstreitu, annars vegar milli þessarar áherslu á alþjóðlegt gildi verka Zoom og nútímalegt eðli þeirra og hins vegar ákveðnar tilhneigingar til þess að staðsetja verk Zoom listamanna í andstöðu við einkenni nútíma samfélaga. En í umfjöllun sem birtist í hollenska vikublaðinu Elsevier's Weekblad skrifar einn hollensku gagnrýnandi, Ron Kahl, til að mynda og hefur frásögn sína af Zoom 4 með þessum orðum. Ísland, það fyrsta sem manni kemur til hugar er kuldi, bert og eitt land og langt frá því að vera valhöll listana. Ef eitthvað er til sem kalla mætti íslenska list, þá getur maður ímynda sér að það væri alþýðulist. Nú, það kann að vera freistandi að gera lítið úr þeim fordómum sem hér birtast gagnvart íslenskri menningu og listum, sérstaklega í ljósi þeirra tiltrúar sem stjórnendur steytileiksafnsins sýndu á alþjóðlegu gildi verka Zoomara. En það sem er kannski mikilvægara er að það viðhorf sem hér birtist til íslenskra myndlistar, það er að segja óbein staðsetning hennar utan við nútímalegt og alþjóðlegt eðli, evrópskrar borgarmenningar og myndlistar, virðist ekki aðeins hafa litað viðbrögð einstakra gagnrýnenda Zoom, heldur jafnframt lagt mark sitt á framsetningu og kynningu Zoomara sjálfra á eigin list. En í umfjöllun Zoom 4 sem birtist í Þjóðviljanum 28. apríl 1971 lýsir Tryggvi Ólafsson, myndlistarmaður og meðlimur í Zoom, því meðal annars yfir að Zoom telji sig hafa það hlutverk að reyna að telja á útlendingum trúum að nútíma menning sé á sögueyjunni. Það flækir hins vegar málið og allar tilraunir til þess að gera grein fyrir afstöðu Zoomara að í sömu umfjöllun Tryggva í Þjóðviljanum þá aðgreinir hann myndlistina íslensku Zoomara frá erlendum þáttakendum sýningarinnar, einmitt á grundvelli þjóðernis og jaðarstaðsetningu íslenskrar menningar. En hann skrifar: Við Íslendingarnir komum yfirleitt fram á Zoom 4 sem börn annars umhverfis en til dæmis Brecht, Gever eða Fillieu. Þetta stafar líklega af því að tækniþróun stórborgana, iðnaðar þéttbýlisins er ekki eins gallhörð staðreynd á Íslandi og á meginlandinu. Tækni taugakerfi iðnaðarsvæðana sem hefur þýtt breytingar á ýmsum skynjunum fólks skírskotar ekki jafn beinlínis til Íslendingsins og náttúran sem hann lifir í, að minnstakosti ekki eins sterkt og á íbúa meginlandsins. Nú af þessu vakna nokkrar spurningar. Í fyrsta lagi, hvernig samræmast þessar tvær yfirlýsingar Tryggva? Hvers vegna kýsa hann að tengja verkina íslensku Zoomara beint við náttúru landsins á þennan hátt og aðgreina þau frá verkum erlendra samsýnanda þeirra á þeim grundvelli, á sama tíma hann undirstrikar nútímalegt eðli Zoomara og erindi þeirra við alþjóðlegan áhorfendahóp.
Og í öðru lagi vaknar óhjákvæmilega sú spurning hvernig rétt sé að túlka þessar yfirlýsingar í samhengi við þá þróun sem merkja má í verkum Zoom-meðlima á þessum tíma og upp úr 1970 átt til aukins áhuga á svokallari alþýðu menningu og listum. En sem dæmi mætti nefna vísanir í þjóðsagnaarf Íslendinga eins og í þessu ljósmyndaverki úr seríu Hreins Friðfinnssonar Álagablettir frá árinu 1972 eða vísanir í heiðnatrú í verki Jóns Gunnars Árnasonar Flateyjar Freyr frá árinu 1973, í torfhúsahefð Íslendinga í ljósmyndaverki Sigurðar Guðmundssonar, Fjall frá árunum 1980-82 og áhuga á alþýðlegu handverki til dæmis í textílverkum Hildar Hákonardóttur. Nú að lokum mætti nefna áhuga súmara á myndlist svokallara utangarðsmanna myndlistarinnar eða alþýðu listamanna og kvenna. En sem dæmi skipulagði Zoom-hópurinn og sett á fót sýningu á verkum Stefáns Jónssonar frá Möðrudal eða Stórvals árið 1972. Nú, þessar vísanir í verkum Zoom-listamanna í forna og staðbundna menningu valda nokkrum vandkvæðum þegar kemur að beitingu hefðbundinna listsögulegra hugtaka á verk þeirra. Ein augljós leið til þess að staðsetja verk Zoomara í alþjóðlegu listsögulegu samhengi að leggja áherslu á útvíkkun þeirra á hefðbundnum listmiðlum eins og málverki og skúlptúr og staðsetja verk Zoomara þannig í samhengi við enduruppgötvun listamanna víða heim á eftirstríðsárunum á aðföngum og aðferðum framúrstefnuhreyfinga fyrri hluta 20. aldar og þannig hafa verk Zoomara verið túlkuð með tilvísun í hina svokölluðu nýframúrstefnu eftirstríðsárana. Vandinn við slíka túlkurinn hins vegar að minnstakosti tvíþættur. Í fyrsta lagi þá felur framúrstefnu hugtakið í sér augljósa hugmynd sögulega framrás og áherslu á nýsköpun eða frumlegheit. En þetta leiðir til þess að upptaka íslenskra myndlistamanna eða þýðing þeirra á tilraunakenndum aðferðum, nýjum miðlum og aðföngum inn í samhengi íslenskrar myndlistar og samfélags á 7. og 8. áratugnum getur ekki verið túlkuð sem annað en síðbúin afleiða af þróun myndlistar á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum og þar af leiðandi ekki sem sönn framúrstefna. Nú, þessi vandi plagaði þetta skilgreiningu svokallaðrar nýframúrstefnu almennt en jafnvel þó við lítum framhjá túlkun Peter Berger á nýframúrstefnu sem eftirhermu af eða endurtekningu á hinni sögulegu framúrstefnu og samþykkjum rökflutning listfræðinga eins og Hal Foster og Benjamin Buchloh nauðsyn þess að skoða nýframúrstefnu á sínum eigin forsendum og í menningarlegu og efnahagslegu samhengi eftirstríðsárana, þá stöndum við samt frammi fyrir þeim vanda að ráðandi túlkun á einkennum svokallara nýframúrstefnu í meðferð þessara listfræðinga, það er að segja áhersla þeirra á afhjúpun listamanna tengdum nýframúrstefnu á efnahagslegum grundvelli myndlistar, nær illa utanum þau einkenni Zoom-verka sem hér hafa verið nefnd. Og áhrifamiklar túlkanir Hal Foster og Benjamin Buchloh á nýframúrstefnu sem afleiða vexti og þróun hins svokallaða upplýsingasamfélags eða samfélagssjónarspilsins stendur auðvitað jafnframt í beinni mótsögn við túlkun Tryggva Ólafssonar á verkum Zoom-listamanna hér að framan. Nú, hinn vandinn við að túlka verk Zoom-listamanna með vísun í framúrstefnu hugtakið eða nýframúrstefnu sá að þessi hugtök eru yfirleitt talin nátengd eða byggja á og fela í sér hugmyndina höfnun á menningarhefðum og ákveðið rof nútíðar frá fortíðinni. Og vísanir í verkum Zoom-listamanna í íslenskar menningarhefðir virðast þannig stríða gegn túlkun verka þeirra í samhengi framúrstefnu hugtaksins að minnstakosti eins og það hefur yfirleitt verið skilgreint. Og sömu sögu má segja annað lykilhugtak sem notað hefur verið til þess að lýsa þróun myndlistar á alþjóðlegum vettvangi síðustu áratugi og sem skarast gjarnan við hugmyndina nýframúrstefnu, það er að segja postmodernisma, enda lögðu kenningar postmodernisma í myndlist áherslu á afbyggingu hverskins hefða auk þess sem túlkanir á postmodernisma byggja á svipuðum kenningarlegum grundvelli þróun þess sem ýmist var kallað iðnaðarsamfélagið, upplýsingasamfélagið eða samfélagssjónarspilsins. Nú, það er rétt að taka fram að þessi vandi við túlkun verka Zoom-listamanna í alþjóðlegu samhengi sem ég hef reynt að lýsa hér og sem stafar fyrst og fremst af inntaki verka þeirra, það er að segja vísunum í menningar uppruna og menningar hefðir, endurspeglar víðtækari vanda við túlkun og listsögulega skilgreiningu verka listamanna víða heim. Einkum á verkum listamanna frá hinum svokallaða jaðri listheimsins
eða frá löndum þess sem áður var kallað hinn annar og þriðji heimur sem notið hafa aukinn sýnileika á síðustu áratugum, til dæmis með aukinni þátttöku listamanna frá þessum löndum í alþjóðlegum listviðburðum. Og líkt og gagnrýnendur, fræðimenn og sýningarstjórar eins og Okoye Enwezor, Terry Smith og David Joslett hafa bent á, þá krefst þessi alþjóðavæðing myndlistar endurskoðunar ákveðnum lykil tilgátum sem mótað hafa listfræðina frá upphafi. Einkum hugmyndinni línulega framrás og þróun listasögunar sem liggur til grundvallar lykil hugtökum hennar eins og framúrstefnu hugtaksins og jafnframt hugmyndinni postmodernisma. Íslensk myndlist augljóslega mótuð af gjörólíkum sögulegum aðstæðum en verk listamanna frá Afríkuríkjum, frá Asíu eða Suður-Ameríku. Hins vegar þá tel ég að túlka megi þá spennu sem við merkjum í orðræðu Súmara, það er að segja staðsetningu verka þeirra samtímis innan og utan nútíma sem afleiðu af sögulegri jaðarstöðu íslensk samfélags gagnvart nágranna samfélögum og flóknu samtali íslenskrar menningar við menningu landa meginlands Evrópu. En til að ljúka þessari umræðu þá má kannski lýsa þeim vanda sem ég hef reynt að koma orðum að hér með eftirfarandi spurningu. Hvernig getum við gert grein fyrir inntaki verka eins og álagabletta Hreins Friðfinnssonar án þess að falla í þá gryfju að túlka það sem sjálfsagða og náttúrulega afleiða af menningarlegum uppruna listamannsins. Eða þá sem afleiða af nauðsynlegri aðgreiningu myndlistarmannsins á eigin verkum frá verkum annarra samtímalistamanna, það er að segja af kröfunum markaðssetningu og sköpun sérstöðu innan efnahagskerfis alþjóðlegrar myndlistar. Og mér langar að leggja fram hér tillögu að annarri túlkun á vísun Hreins Friðfinnssonar í álfatrú Íslendinga í þessu verki. Það er að segja að hún feli í sér og byggi á gagnrýni á hugmyndafræðilegar stoðir listfræðinnar og vestrænnar myndlistarhefðar, gagnrýni sem mótuð í virku samtali myndlistamannsins við alþjóðlega þróun myndlistar. Og þessi gagnrýni marglaga og á sér stað í samtali forms og inntaks verksins. Í fyrsta lagi má líta á efnisval og meðferð Hreins á ljósmyndamiðlunum og vélrituðum texta sem svo að hún byggi á og sé hluta af gagnrýni myndlistamanna víða heim frá fyrri hluta 20. aldar á hina hefðbundnu hugmynd myndlistaverki sem handverk og tjáningu á persónu listamannsins. En að þessu leyti getum við sagt að verk Hreins samræmist ráðandi túlkun á einkennum svokallaðrar nýframúrstefnu eða postmodernískrar listar. Í öðru lagi felur samspil þessara nútímalegu formrænu eða efnislegu eiginleika verksins við hið ónútímalega inntak þess í sér gagnrýni á hugmyndina línulega framrássögunar og skýra aðgreiningu nútíðar og fortíðar sem einkennt hefur listfræði frá upphafi. Aðgreiningu sem byggir að miklu leyti á sundurgreiningu svokallara þróara og vanþróara samfélaga, ekki síst með tilvísun í rökrænt eða órökrænt viðhorf þeirra til náttúrunnar. En hér komum við að þriðja þætti þeirra gagnrýni sem við getum sagt að verk Hreins feli í sér, það er að segja gagnrýni á hefðbundna aðgreiningu menningar og náttúru á grundvelli þess atbeinis sem hefur aldir einungis verið talið á færi manna. En áhuga á truflun marka náttúru á menningar og á tengdum mörkum líkamlegra skynjunar og hugsunar má greina í fjölda verka meðlima sem ég því miður ekki tíma til að ræða hér, en læt þetta verk Sigurðar Guðmundssonar hér hægra megin á skjánum, þar sem hann snýr út úr hefðbundnu stigveldisskynjunar í vestrænni heimspeki hefðduga sem dæmi. En að lokum þá langar mig að leggja fram þá tillögu til þess að gera grein fyrir alþjóðlegu sögulegu samhengi þeirrar orðræðu og þeirra einkenna verka listamanna sem hér hafa verið tilgreind, þurfum við í fyrsta lagi að gera grein fyrir því hvernig aðgreining svokallaðrar nútímamenningar frá menningu fyrri alda og frá menningu þjóða sem sögulega hefur verið skilgreindar sem vanþróaðar helst í hendur við og byggir á aðgreiningu menningar og náttúru, hins mannlega og hins ómannlega og aðgreiningu hugsunar og skynjunar. Í öðru lagi hvernig gagnrýni listamanna á alþjóðlegum vettvangi á hins svokallaða húmaníska grundvöll vestrænna menningar og listasögu frá eftirstríðsárunum hefur tekist á við þessa aðgreiningu. Og í þriðja og síðasta lagi hvernig þessi aðgreining hefur mótað íslenska menningu og myndlist og hvernig íslenskir myndlistamenn hafa staðsett sig í samhengi hennar.
ekki með íhaldsamri eða kaldhæðinni vísun í eigin uppruna heldur frekar með gagnkvæmu og gagnrýnu samtali íslenskra myndlistamanna við samtíma sinn og umhverfi. En ég hef nú lokið máli mínu og ég þakka fyrir áheyrnina og býð næsta fyrirlesara í pontu. Ég heiti Æsa Sigurjónsdóttir og fyrirlestur hann nefnist Hvítleikin í íslenskri samtímalist. Hvítleikahugtakið hefur sjaldan verið notað í myndlistarumfjöllun á Íslandi þrátt fyrir að myndlistamenn hafi unnið með það af og til á síðastliðnum áratugum. Hér verða verk Ólafar Nordal og Magnúsar Sigurðssonar rædd út frá þessu sjónarhorni og sýnt fram á hvernig þau varpa ljósi á tengsl hugtaksins við sjálfsmyndarsköpun og auðkenningu íslenska menningar. Hvítleikinn eða whiteness á ensku var miðlægt hugtak í bandarískri menningarumræðu á síðari hluta 20. aldar en hvítleikahugmyndir eiga rætur að rekja mun lengur aftur í tíman og birtust til dæmis í íslenskri menningarumfjöllun og eftir aldamótin 1900 eins og mannfræðingurinn Kristín Loftsdóttir hefur rekið ítarlega í skrifum sínum. Íslensku menntamönnum var þá mikið í mun að staðsetja íslenska menningu innan hinnar siðmenntuðu Evrópu langt frá þeim íbúum heimsins sem kallaðir voru villimenn, blámenn eða skrælingjar. Íslenskar hvítleikahugmyndir eiga því rætur að rekja til þjóðernisorðræðu því eins og fræðimenn hafa iðulega bent á þá hefur verið litið á norræna menn sem fyrirmynd hvítleikans. Gagnrýnar rannsóknir á hvítleikanum í Bandaríkjunum beindust hins vegar að því að sýna fram á að vestræn þjóðfélög og menningarímyndar þeirra byggðust á rótgróinni rasískri hugmyndafræði. Ólaf Nordal kynntist þessum hugmyndum á námsárum sínum í Yale háskólanum í Bandaríkjunum en þar tók hún til við að vinna verk sem byggðu á þjóðlegum tákmyndum. Hún sótti innblástur í íslenskar þjóðsögur til að skapa táknræn hugmyndaverk sem snerust krufningu á eigin sjálfsmynd. Ástæðuna rekur Ólöf meðal annars til þverstæðukenndrar stöðu sinnar. Hún tilheyrði sjálf forréttindahópi sem ung hvít evrópsk kona í námi í einum virtasta háskóla Bandaríkjanna en heimsmynd hennar og tungumál áttu uppruna í fjarlægri norrænni menningu sem var samnemendum hennar samt mjög framandi. Hún lýsti upplifun sinni sem eins konar þýðingarvanda eða árekstri á milli menningarheima. Uppruni Ólafar og hvítleiki var því að nokkrum öðrum toga en samnemandi hennar og hún þurfti stöðugt að þýða sín eigin hvítleikatákn og merkingu þeirra. Þessar aðstæður opnuðu henni nýja leið til sjálfskoðunar og gáfu henni hæfni til að horfa á heimalandið úr fjarlægð á gagnrýninn og írónískan hátt. Mörg elstu verk Ólafar mótast af sínu þýðingaferli, til dæmis verkið Draumur, Draumur og sýslumannskona frá Bustafelli, en þetta eru dæmi verk sem hún sýndi á útskriftasýningu sinni í háskólanum. Hvíti liturinn, hann birtist aftur í einkasýningu Ólafar, Sjálfsmynd í Gerðubergi árið 1994. Verkin á sýningunni voru öll hvít og vísuðu til þekktra íslenskra sameiningatákna í bókmenntum, myndlist og skáldskap. Þar mátti sjá teikningar Ólafar af fossi og hver ásamt 4 hvítum postulínstyttum sem Ólöf kallaði hrímhvíta móðir og tákna Ásynju, Maddonu, Álkonu og Fjallkonu. Nafnið á styttunum vísar jafnframt í fræga ljóðlínu Jónasar Hallgrímssonar, Ísland farsælda frón og hagsælda hrímhvíta móðir. Kvennímyndina mætti einnig tengja við skúlptúr Ásmundar Sveinssonar, fyrsta hvíta móðurinn í Ameríku, verk sem var sýnt á heimsýningunni í New York árið 1939. Þar sögð sagan af landkönnuðinum Guðríði Þorbjarnardóttur sem vísa til norræna hvítleikahugmynda í bandarísku samhengi. Því sagt að Guðríður hafi eignast soninn Snorra í Ameríku og hann sé því fyrsta hvíta barnið sem að þar fæðist. Nú sýninguna Sjálfsmynd mætti einnig túlka sem tilraun Ólafar til að beita bandarísku hvítleikahugmyndinni sem gagnrýni á íslenskra þjóðernisorðræðu og ímyndarsmíði hennar. Sýningin var jafnframt sjónræn úrvinnsla listamannsins á staðbundnum menningartáknum, skilgreining á því íslenskulega sem samsettu orðræðubúnti þar sem fléttað saman myndmál og tungumál í sjónrænum vísunum sem tengdust rannsóknum hennar á sínum eigin uppruna. Í verkunum birtist tvírætt sjónarhorn sem allt í senn mætti túlka sem upphafningu og afbyggingu alþjóðlegra menningartákna. Þannig sýndi Ólöf hvernig menningararfur mótast sem rökstuðningur upprunaleika þjóðmenningar innan stofnana hennar. Með því að beina sjónum að hvítleika eigin menningaruppruna,
vakti Ólöf máls á spurningunni hvítleikann í stærra hugmyndafræðilegu samhengi og þeirri stöðu að vera alin upp innan þjóðmenningar sem væri opinberlega heilt sem upprunaleg, tær og hrein. Til að gagnrýna nánar þennan ósýnilega blinda hvítleika íslenskrar þjóðmenningar, það menningar ástand sem lítur á hvítleika sem óumdeilt viðmið, þá leitaði Ólöf að staðbundnu formi sem hægt væri að túlka á tvíbendan hátt. Fuglar og önnur dýr hafa í verkum Ólafar afgerandi yfirbragð þjóðartáknsins. Á sýningunni Hvítir hrafnar í Nýlistasafninu árið 1996 kom Ólöf mörgum á óvart með hvítum afsteypum sem minntu á fagurfræði íslenskrar þjóðmenningar 4. áratugsins. Í hvítum sýningarsalnum blöstu við fugla- og dýramyndir gerðar úr mjallahvítu gifsi. Fremst fóru 4 hvítir hrafnar á svörtum stálgrindastöplum, síðan brjóstmyndir af rjúpu og fálka og andlitslámyndir af hvítabirni og ref. Fuglar og önnur dýr sem þarna birtust á táknaran hátt áttu það sameiginlegt að hafa með einhverjum hætti verið einkennistýr Íslands og eiga sér auk þess fastan sess í íslenskri alþýðumenningu og þjóðtrú sem birtingarform ákveðina eiginleika og jafnvel fyrirboða. Sýningin Hvítir hrafnar minnti á að erfitt getur reynst að vinda ofan af nánu samhengi fagurfræði og fortíðar. Ólöf var þá nýflutt frá Bandaríkjunum og rannsóknarmiðuð vinna hennar og var nýstárleg í íslensku samhengi. Gagnrýnendur virðast ekki hafa komið auga á tvísýni Ólafar. Það er framand gervinguna á sýningunni en lásu auðveldlega staðbundna merkingu hennar. Fuglastyttur Guðmundar frá Miðdal sem flestir þekkja eru gott dæmi svokallaða staðfærslu þjóðernishugmynda eða á ensku domestication, þar sem alþjóðleg hugmyndafræði tekur á sig staðbundna mynd. Afstöpur Ólafar á sömu fuglum og dýrum er á hinn bóginn dæmi framhandgerfingu sama fyrirbæris. Var Ólöf að minna á að íslensk þjóðmenning sem enn styrkir tákn með vísunum í sögur landvætti og norræna víkinga byggist í raun á fagurfræði sem var upphaflega mótuð í þeim tilgangi að skapa þjóðmenningu á pólitískum forsendum. Eða vildi hún draga fram í dagsljósið drauga fortíðar og tengsl íslenskrar myndlistar við menningarpólitíska þjóðernishyggju sem tengdist rasískri hugmyndafræði. Annar listamaður á sömu kynslóð, Magnús Sigurðarson, beitir hins vegar óbeisluðu háði í afbengingu sinni á þjóðartáknunum. Bæði í sviðsettum ljósmyndum og gjörningum þar sem háhyrningurinn Keikó er í aðalhlutverki. Magnús sýnir hvernig mannstýrðu lífslaupi háhyrningsins var umbreytt í söluvöru og útflatt merkingarlaust þjóðartákn. Keikó sem áður hét Siggi eða Kakó var fangaður árið 1979 og komið fyrir í sædýrasafninu í Hafnarfirði. Keikó var síðan seldur til skemmtigarðsins Marieland í Ontario í Kanada og þar var hann þjálfaður sem skemmtikraftur og leiðir hans lágu til Hollywood þar sem hann sló í gegn í hlutverki sínu sem háhyrningurinn Willy í kvikmyndunum Free Willy. Eftir að hafa búið við slæman aðbúnað í sædýrasafni í Mexíkó var hann síðan fluttur til Oregon í Bandaríkjunum þar sem hann skemmti gestum og til að gera langa sögu stutta þá var hann fluttur aftur til Íslands í september 1998 með flutningavél Bandaríkjahers til Vestmannaeyja. Tilgangurinn var að sleppa honum lausum í hafið þar sem hann hafði verið veiddur 2 áratugum áður. Hann var þjálfaður til að gera honum fært að lifa aftur upp á eigin spýtur. Keikó var svo sleppt árið 2002 og þar synti hann til Noregs og síðan greindu fjölmiðlar frá því að hann hafði látist við Noregsstrendur árið 2003. Nú árið 1994 ferðaðist Magnús þvert yfir Bandaríkin til að hitta þennan landa sinn í sædýrasafninu í Oregon. En ferðin var tilraun til að efla tengsl þessara tveggja spendýra eins og hann orðaði það og greina tilveru þeirra í bandarísku neyslusamhengi. Í verkum sínum fæst Magnús iðulega við sjálfsmyndir og klisjur í formi ljósmynda og gjörninga. Á sýningunni Listamenn á barmi einhvers í Nýlistasafninu í júlí 1998 sýndi hann meðal annars myndir úr ferðinni Bandaríkin og í ljósmyndaverkinu sá stóri hvíti sem er úr þessari seríu situr hann nakinn í kvenlegri hafmeyjastellingu á uppblásinni plastínu sem er eins og hvalur í laginu.
Blá augu listamannsins, rautt andlitið og hvít húðin kallast á við bleika bláa og hvíta liti í plastbúk hvalsins sem flýtur á spegilsléttu vatni. Hér er öllu umsnúið, hvítur karlmaður á sólarströnd í undirgefinni kvenlegri tælandi stellingu á ljósmynd sem vísar í titli sínum til helsta vígis karlmennskunar í bókmenntum, það er að segja skáldsögunar Moby Dick eftir Herman Melville. Verk Magnúsar lýsa á vissan hátt eða mætti túlka sem skipbroti hvíta karlmennskutáknsins sem listamaðurinn speglar einnig í uppblásinni Disney eftirlíkingu af Keiko. Ljósmyndir og gjörningar Magnúsar varpa því jafnframt ljósi á hans eigin sjálfsmynd þegar hann uppgötaði hvítleika sinn eins og hann hefur sagt frá. Það er að þau forréttindi sem fylgja því að vera hvítur maður í Bandaríkjunum. Þannig felst í verkinu snúningur í takt við endurskoðun viðtekinna gilda eins og þau birtast í gagnrýnum hvítleikafræðum í lok 20. aldar innan háskólum Bandaríkjanna. Magnús bendir jafnframt á samslátt hvítunar eða hvítleikans sem birtist í deilum sérstöðu hvalveiða við Ísland við þá ímynd Íslendinga að vera boðbennar, hreitrar, norrænar veiðimenningar. Síðan hefur Magnús sett á svið sálumessu hvals sem var gjörningafyrirlestur í sundlauginni í Kópavogi í október 2018 sem hluti af Cycle Festival í Reykjavík. Verkið var framhald verksins Dansa með hvölum sem götugjörningur þar sem uppblásnir háhyrningar og hvítfroða líka eftir sjónarspila ævintýramyndana Free Willy og öðrum háhyrningssýningum í skemmtigörðum þar sem dýrin leika listir sínar. Nú eins og Magnús bendir á í gjörningum og öðrum verkum sem fjalla á ólíkan hátt lífslaup Keikós þá verður birtingarheimur hvalsins ekki aðskilinn frá valdbeitingu mannsins á dýrinu og speglar valdbeitingu Vesturlanda að því sem listamaðurinn segir og auðmagsins almennt í nýlendum og afurðum þeirra. Í gjörningum tengir hann líf Keikós við nýlendustöðu Íslands og heldur því fram að Ísland sé nyrsta karabíska eyjan því Ísland ásamt karabísku eyjunum Saint Croix, Saint John og Saint Thomas voru allar nýlendur konungsríkisins Danmörku. Gagnrýni hans beinist að því að sýna hvernig nýlendurnar láti blekkjast af bandarískri neyslumenningu sem hlutgeri og breyti þeirra eigin náttúru og dýralífi í blæti sem hafi glatað allri tengingu við upprunaleika og lífríki. Nú með því að velja uppblásin Keiko sem þjóðartákn varpaði Magnús fram spéspegli leið og hann hæðist að hinu menningarlega sjónarspili sem stýrt af vestrænni neyslumenningu og gagnrýnir hvernig hún hefur náð yfirhönd á Íslandi. Þar sem samband mann og dýra miðlað með ímyndaklisjum og Disney-væðingu náttúrunnar. Nærtækara minna á blætisvæðingu dýrsins á Íslandi sem tekur á sig þjóðlegar tákmyndir, ýmist í hvalaskoðunarferðum eða túristavarningi sem seldur í svokallum lundabúði. Nú mörg fleiri dæmi mætti nefna tengsl samtímalistamanna við hvítleikahugtakið, en nú hef ég lokið máli mínu og ég býð næsta fyrirlesara í pontu. My name is Jo Kaleposha, and the title of my lecture is Artists' Networks Between the East and West in the 70s, and I'm going to hold my lecture in English. I am glad if I can ask something, because I often can't ask anybody anything. Then after a while, I want more and more to ask something at last. So, once I asked the passerby on Kudam, oh, 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 oh. It's absolutely impossible, he said, laughing aloud. This is one of the works from the well-known series Half-Dozen Berliner Gladness Postcards by Endre Toth, preserved in the collection of the Living Art Museum in Reykjavik. In May 1977, Toth was awarded a scholarship from the German Academic Exchange Service to travel to West Berlin. However, his attempts to secure a passport were consistently denied, as was generally the case when intellectuals attempted to leave Hungary in this period. With the support of international contacts, a foreign media campaign was initiated on his behalf. Within a year, the authorities gave in, and Toth was allowed to travel. He was banned from returning to Hungary for 5 years, though, and his apartment was confiscated by the state.
The postcard plays with the state of the creative crisis of the Hungarian, being in exile in West Berlin, achieving a temporary break from the relentlessness of the late socialist compromises. It also reflects on the dark side of emigration, loneliness, a craving for human contact, and professional networks. This paper will discuss the methods and possibilities that avant-garde artists from the Eastern Bloc found to connect to the Western art world in the 70s, when communication was hectically censored and traveling was strictly limited. It will also shed light on the period in the late 60s and 70s when the Icelandic art scene was opening to Fluxus and mail art due to the widespread networking by the artists and artist-run galleries such as Zoom and Galerie Sydurgatesjö. This two-sided attempt to connect resulted in lively correspondence and a few exhibitions by Hungarian artists, where they sent works and instructions via post but could not be present in person. In order to better understand the ways of self-representation of artists from the Eastern Bloc, we need a robust understanding of the particularities of life in Central Europe at that time. From the early 70s on, a new form of resistance emerged in East Central Europe. As Clara Kemp-Welch states in her book Anti-Politics in Central European Art, the aim of the opposition after 1968 was to democratize society rather than the state. She quotes Czechoslovak poet Ivan Martin Giro's quotation, "The goal of our underground is to create a second culture, a culture completely independent from all official communication media put out by the establishment. It is to be a culture that does not have as its goal the destruction of the establishment, because by attempting this, it would, in effect, mean that we would fall into the trap of playing their game." Quotation ends. And indeed, visual artists discussed below, albeit to different degrees and in different ways, were also political, because they did not play politics and they insisted that their work was not political as such. One of the artistic ways used by Hungarian artists was the hacking of objects and symbols. The goal was to infiltrate enemy territory, to take possession of symbols, to ironically and misinterpret them, and to sabotage. Gábor Attalay used red, the color of the Soviet flag and general symbol of communism, to make things uniform and monochrome. Photos, objects, landscapes, and the artist Marcel Duchamp serving as the model for the pun, ready-made and red-made. Attalay's admiration for socialist symbols finds an interesting comparison in the work of Sándor Pincehelyi from the same period. Pincehelyi's sickle and hammer presents himself, holding these ideologically loaded tools, symbols of the Soviet flag, as just objects like any others, except somehow outdated and ridiculous. Everyone sensed irony at that time. A man positioned in a heroic stance with a hammer and sickle, yet the police were unable to accuse him of subversive activity, stated art historian László Beke by looking back at the art of 70s in Hungary. However, Hungary in the Eastern Bloc was not as isolated as known before. As of 1961, the Hungarian authorities were giving citizens permission to travel to socialist countries, including Poland, which seemed like America from the Hungarian perspective. As the artist Gábor Altorjai recalls, quotation, "With its liberal cultural policy, the country was our Mecca. We learned Polish. There was jazz, and Wajda, Polanski, Gombrowicz, and Mrożek were shining examples. In 1965, we saw Fluxus Cornelius Kertyű for the first time there at a night concert at the Warsaw Autumn, without knowing that it was Fluxus." Citizens could apply to travel to the East through the competent authorities, but refusal was justified without any explanation. As for traveling to the West, Endre Tóth recalls, "We could spend 30 days in the West in every 3 years, but not always.
Anyone who got permission to travel to the West could expect to be observed in the future. A maximum of $70 could be applied with a valid passport. If a larger amount was found on someone's property, it was considered a crime. The amount of currency purchased was recorded on the currency chart attached to the passport. When traveling options were limited, carefully compiled lists of global addresses became the means of initiating dialogues and friendships and finding out about developments abroad. Todt recalls that censorship of the mail was erratic at best. Quotation. My letters were scarcely controlled, or not at all, and because of that I could communicate very well with the Western world. Quotation ends. Periodicals, artists' books, postcards, stamps, and other low-tech reproductions circulated through the ever-expanding networks. At the end of the 60s, there was also increased interest in Western Europe about the artistic movements from the other side of the Iron Curtain. An important approach had been made by West German scholar and author Klaus Groh, who founded the first international agency for conceptual art in 1968 in Oldenburg and published the book Current Art in Eastern Europe 3 years later in 1972. The publication represented artists from the emerging neo-avant-garde art scene in Yugoslavia, Poland, the Soviet Union, Czechoslovakia, Romania, and Hungary. A wide range of conceptual art, fluxus, mail art, and experimental film from Eastern Europe became available to Western audiences for the first time. The publication was very well received and was circulated among galleries and artists in the West. The Hungarian artists represented in the book, such as Gábor Attalay, Imre Bak, Géza Perneczky, and Endre Todt, were some of the same artists that were invited and took part in the international exhibition in Gallery Zoom in Reykjavik in 1972. Organizers of the Zoom exhibition used what was a common method at that time to establish a low-budget exhibition with a catalog by asking the participants to send in works in A4 format, which could be exhibited and reproduced in the catalog. All the original works on paper sent for the exhibition are kept now in the archives of the Living Art Museum. In the following, I would like to present the special circumstances in which a few exhibitions by Hungarian artists were created in galleries run by Icelandic artists. In 1972, when Géza Perneczky had an exhibition in the In-Out Center in Amsterdam, Sigurdur and Christian Gudmundsson had already had extensive experience running artists' galleries. Christian founded Gallery Fignal in his home in Amsterdam in 1961. The first 3 exhibitions were held there, and then the gallery moved to Grein Fridtfinsson's place in Amsterdam. Sigurdur Gudmundsson lived in the Netherlands from 1963 to 1966, then moved to Iceland. In 1970, he returned to Amsterdam and became one of the organizers of the artist-run gallery In-Out Center with the Mexican poet and conceptual artist Ulises Carrion. Perneczky and Ulises were friends, and he got to know the Gudmundsson brothers in Amsterdam. In 1973, they invited him for a solo exhibition in the In-Out Center. A very lifelike description of the opening can be found in the memoirs of Géza Perneczky. Quotation. As reported by In-Out Center staff, my exhibition is the 15th event in this sympathetic exhibition space. They kindly asked me to skip pricing the artworks because no pictures or objects were sold in the previous 14 exhibitions, so it would be strange if someone wanted to buy something right now. They also stated that they had no visitors, or at least they don't know about them. I should not expect press, and anyway, the press is commercial. All this with the faint northern tone that is characteristic of cultural beings who relocate from Iceland to the Netherlands. The opening took place on a Monday at 2 o'clock in the afternoon. The others who had been invited could not come because the invitations did not include an opening.
Overwhelmed with a gloomy mood, very blonde and bearded, another Scandinavian arrived and said dryly that one of the colleagues present won one of the major prizes at the Paris Biennale. The work itself was bought at a high price by the directing agencies. He only knows this because he just came from Paris. Up to this, everyone was very happy, which consisted of patting each other's backs. And then, in complete silence, they started circulating the Hungarian brandy I brought directly to the vernissage. A wanderer named Sigurdur Gudmundsson, whose hair, like a long-lasting brown tenor voice, struck his shoulders, let me know in a very sad tone that they, Icelanders, were barbaric and uneducated people, so he fears that they will be very rude and will drink my brandy. A few years later, in Haarlem, also in the Netherlands, Ruri, Helgi Fridjonsson, and Kees Visser founded Gallery Loa in 1976. According to an interview with Ruri, the concept was to simply exhibit interesting works. They might have come across names of Eastern European artists in Amsterdam through Ulysses Carrion, the bookstore Bukki Wukki, and different artists' magazines. They invited Gábor Attalay to have a solo show in 1977. As the artist was not able to go to Haarlem in person, so they managed the whole show via post through lively correspondence, which remains in the archives of the Living Art Museum. Attalay, remaining true to his origins and a well-worked-out brand by 1977, planned a ready-made exhibition at Gallery Loa. He asked Ruri to take photos of the environment and to send him the developed pictures. He made some interventions on the photos with red paint and sent them back with his wishes regarding the design of the invitation card and the poster. He also asked Ruri to paint some of the objects outside red, part of the street and even one of the columns, which had to be discussed with the neighbors. He also designed red arrows to be placed inside the traffic signs surrounding the gallery, pointing in the opposite direction. Attalay had a complete exhibition with his ready-made objects exhibited inside and the artistic interventions outside. A year later, in 1978, Attalay was invited to Iceland for the second time for a solo show, this time in Galerie Suðurgata 7. The gallery began operating in 1976, but in the first year they mainly worked on the house. Egert Pétursson and Ingólfur Arnarsson worked there as students of Magnus Pálsson, who was teaching at Myndlistaskólinn at that time. At the beginning of 1978, Magnus Pálsson invited Robert Filiu to the school, who had great influence with his theory of the eternal network and the wide connection with artists worldwide. He gave a list of foreign artists to Egert and Ingólfur, and they started writing letters to artists, offering them place and possibility for exhibitions. Gábor Attalay responded, among many others, and they started creating a project with a very similar concept to the one in Gallery Loa. Attalay asked the young artist to take photos of Reykjavik streets and of the gallery building, and to send him the developed photos, which he sent back with his red interventions. He also gave instructions for painting the stairs in the gallery red, how to install the photos, how to produce rubber stamps with the ready-made inscriptions, and how to design the invitations. As an extra feature, he asked Egert and Ingólfur to paint 2 rocks in the lava-filled red. Attalay extended the ready-made concept by Marcel Duchamp. For him, reality in itself is ready-made. The whole world can be seen as a repertoire of ready-mades. This includes the elements of nature or the objects of the civilizational environment. For Attalay, ready-made is a tool for evaluating the existing world. The easiest way to do this is to take a photo and differentiate it from reality with the red-colored interventions. Sometimes he uses a natural element as a ready-made illustration. By painting it red, he isolates it from its surroundings, like the rocks in the Icelandic lava field or the one column in front of Gallery Loa in Haarlem,
and turns it into a ready-made illustration of itself. For his show in Sudurgatesjö, Atalay added an extra twist, including the human body, performance, and illustration in the ready-made world. As Rúri lived in Iceland at that time, he asked her to send him 7 copies of her portrait. Atalay sent the copies back with different red lines on her portraits. During the Sudurgata exhibition, one photo was put in the window every day while Rúri decorated her face with red lipstick to match. She had to wear that red line on her face the whole day and do all her errands in Reykjavik like that. According to her memoirs, people she met on the street were shocked. Some of them wanted to send her to the hospital, believing that she had hurt her face. A few months later, works by the Hungarian artist Endre Tóth were exhibited in Gallery Sudurgatesjö. He also answered the inquiry that had been sent out worldwide a few months earlier. He offered a mail art exhibition and wrote in a letter to Egert and Ingólfur about the topic of his planned Reykjavik, as he called it, Darkjavik show. My project for your summer program, Rain. For his exhibition entitled Rainy Questions, he sent a questionnaire with hardly legible questions regarding rain and existence and asked the organizers to print it in 250 copies and send it out to artists worldwide. Near 50 artists sent it back, besides almost all Icelandic avant-garde artists, Daniel Spori, Ervi Fischer, and Meret Oppenheim, among others. The exhibition with the filled-in documents were installed on the 2nd floor of the gallery, accompanied by an audio installation with a recording of Reykjavik Rain. After the show, the organizers returned the questionnaires to the artist, which are kept now in the collection of Ludwig Museum Cologne. The rainy works have been part of the brand of Endre Tóth's oeuvres, such as his Gladnesses. His face with a forest grin appears in all his letters, and he often begins his sentences with, "I am glad that," as it was the case with the advertisement placed in the newspaper Þjóðviljinn just before the show, or in the correspondence between the artist and the organizers. Tóth's first Gladness piece of 1971 was a postcard with the sentence, "I am glad that I could have this sentence printed, signed and dated in Hungarian and English. In order to comprehend the significance of the piece, we need to know how authoritarian control worked during state socialism in Hungary at the time. In order to use any type of mechanical reproduction equipment, printing press, stencil, Xerox, one had to get authorization for the content. So the artworks of the 70s communicated by not communicating. Tóth later recalled, quotation, "My joys were reflections of the totalitarian state of the 70s. I responded with the absurd euphoria of gladnesses to censorship, isolation, suppression sensed in every field of life, though this suppression worked with the subtlest means hardly visible." Quotation ends. After Living Art Museum in Reykjavik had been founded in 1978, the works of Gábor Atalay, Endre Tóth, and Géza Pernecki went over to the collection with the extensive documentation of exhibitions and correspondence, providing a valuable source of research. Thank you for your attention. Now I conclude my paper and invite the next participant to the podium. Ég heiti Sigurður Árni og heiti fyrirlestarins Hulið en augljóst. Það táknheimur kirkjubygginga. Ég hef fyrirlest tvískiptan, fyrst gerir grein fyrir viðfangsefninu og síðan reifa ég nokkru hugmyndir sem ég hef rekist á í doktorsritgerðum efnið. Þá hef ég lesturinn. Kirkjusókn hefur stór aukist undanfarnar áratugi og ekkert bendi til þess að því linni. Ef eitthvað mun þessi vöxtur halda áfram. Söfnuðir, prófastæmi og kirkjustjórn standa hálfu ráðalaus gagnvart honum. Aukin kirkjusjókn hefur víða bætt fjárhag kirkna og jafnvel komið söfnum upp úr verulegum fjárhagsvandræðum. Þar auki
Þessi aukni fjöldi kirkjugesta sækir aftur á móti ekki kirkju til þess að taka þátt í guðþjónustum, heldur kemur sem ferðalangur vilja skoða kirkjuna sem byggingu. Ef hugað til dæmis að Hallgrímskirkju í þessu samhengi þá kemur í ljós að árlega heimsækir það bil 1 milljón ferðamanna kirkjuna og stór hluti þeirra fer auk þess upp í turnin til að njóta þaðan útsýnis yfir Reykjavík. Þessa fjölgun kirkjugesta úr hópi ferðamanna má ef til vill að einhverju leyti rekja til þess að árið 2011 var Hallgrímskirkja talin ein af 10 áhugaverðustu kirkjum heimsins á virtum vefsíðum. Aukin áhugi ferðamanna á að skoða kirkjubyggingar með eða án leiðsagnar nokkuð sem kirkjan hefur reynt að bregðast við og sama má segja guðfræðideildir nú síðustu ár. Innan guðfræðina hefur verið mótuð ný sérgrein sem fæst við að greina þennan áhuga og mæta honum. Hér að ræða það sem á þýsku nefnt kirkjenpedagógík eða kennslufræði kirkjubygginga. Þessi fræðigrein leitast við að ljúka upp heimi kirkjubyggingarinnar með því að greina og skýra þá guðfræði sem býr að baki og þau tákn sem í henni birtast. Með þessu móti að gera hópu sem koma til að skoða kirkjur, hvort sem það eru skólaberkir, unglingar eða fullorðnir, grein fyrir þeim táknheimi sem sér hver kirkjubygging hluti af og túlkar á sinn sérstaka hátt. Kennslufræði kirkjubygginga upprunnin innan kennslufræðinar og á nokkru leyti afsprengi safnafræði. Á 8. áratugnum var sögukennsla í barna- og unglingaskólum í Austur-Þýskalandi að hluta til fólkin í því að skoða kirkjur. Nemendur áttu því sem næst á staðnum að skoða menningararfinn, þar að segja fræðast uppruna hans og þróun. Kirkjubyggingar voru þá notaðar til þess að varpa ljósi á táknum kristinnar trúar og trúarupplifun fólks áður fyrr. Alla jafnan kom það í hlut eldri kvenna sem gættu kirkna að sjá þessa leiðsögn og fræðslu. En síðan áttu margar þeirra þátt í að móta áðurnefnt fag. Í vesturhluta Þýskaland fór svipa ferla á stað nokkrum árum síðar. Árið 1986 og 1991 hrindi samband evangelískra kirkna í Þýskalandi af stað átakinu Opnum kirkjurnar eða kirkjan fræðir trúna. Markmið þess var að ljúka upp þeim veruleika sem kirkjubyggingin stendur fyrir, jafnt með fræðslu, upplifun og áþreifanleika. Gefnar voru út leiðbeiningar fyrir leiðsögumenn og fræðsluefni sem hjálpaði kirkjugestum að skilja bygginguna og kynnast þeim heimi sem hún hefur að geyma. Kennslufræði kirkjubygginga var þegar á 9. áratugnum kennd í kennimalegri guðfræði í nánu tengslu við listfræði og í seinni tíð einnig við samstæðilega guðfræði. Síðan hafa komið út nokkuð grundvallarrit, doktorsritgerðir og kennsluréttindaritgerðir efnið innan kennimalega guðfræðir og en líka innan samstæðilega guðfræði. En hvað veldur þessum áhuga? Guðfræðingurinn Hartmut Rupp, prófessor í trúarbragðafræði og kennslufræði kirkna, telur að þar eigi við, eða megi rekja það til hefðaross í samtímanum sem á rætur að rekja til upplýsingarnar sem á það stóran hluta máli. Tákn og siður, játningar og vitnisburður, hugmyndir og kenningakristninnar eru morgum sem lokuð bók. En sökum þess hver þessi hugmyndarheimur fólki framandi vekur hann einnig forvitni. Í samtímanum skorti fólk þekkingu til að geta lesið og skilið þau fjölmörgu kristnutákn sem blasa við hvarvetna í samfélaginu. Rupp álítur að það sem takmörkum miðlum sé milli hins stofnanabunda kristnudóms og einstaklingsins viðhaldist þetta skilningsleysi. Kirkjubyggingin sem spegilmynd táknheimskristninnar eins og sumir orða það, guðfræði höggvin í stein, hefur samt sem áður aðdráttarafl og veitir fólki rými í krafti fagurfræðilegrar upplifunar
og svarar þörf þess fyrir að öðlast einhvers konar vitund handanveru. Upplifun getur líka verið þekkingalegs eðlis. Að maturum spyr nútímamaðurinn í leit sinna merkingu ekki lengur hver er ég eða hvað er ég, heldur hvar er ég. Áherslan hefur sem sé færst frá tíma yfir á rými. Kirkjubygging virðist einmitt vera slíkt rými sem fólk getur sótt í fyrir slíkan áhuga. Svipað má segja tónlist Jóhann Sebastian Bach, sem birtir í tónum einhverja hreinustu mynd sem til af evangelist-lútherskum rétttrúnaði. Hún var samin til flutnings í guðþjónustum, oft sem útlegging á guðspjallsteksta tiltekins sunnudags, eins og alla kantöturnar hans vitna en tónlistin fór síðan út úr umgjörð guðþjónustunnar og hélt út í heim. Alls staðar nú hlustað á Bach og fólk nýtur tónlistarinnar án nokkra þekkingar á rótun hennar í lúthersku rétttrúnaði. Hið sama á við kirkjubyggingar. Þær eru ekki einungis reistar í samingi við ríka guðfræðihefð, heldur beinleiðis til að birta hulinn táknin. Kirkjuhús mynd af veruleikanum sem smáheimur eða mikrokosmos. Allt sem viðkemur kirkjubygginguna á sér því guðfræðilega merkingu og skírskotun. Kirkjubyggingar virðast miðla einhverju sem skynja á þess að geta fært það í orð. Það eins og glufur inn í eilífðina. Í þessu samingi hefur verið talað að líta mig á gotneska kirkjur, en það byggingarstíl sem Hallgrímskirkjan sækir mikið í, sem allsherja listaverk, eða sem gesamtkunstverk, eða sem opin texta sem þarfnast útleggingar. Og nú vil ég að fara í nokkrar doktorsritgerðir sem að veita svona þessa innsýn í þetta fag og þarna gerum við 3 mismundi nálganir sem áhugavert og hugað. Í doktorsritgerðinni sinni Der räumliche Gott og Was sind Kirchengebäude theologisch, eða Guð í rýminu, guðfræði kirkjubygginga, leitast Tobias Wojtak við að skýra sjálfstæði kirkjurýmisins og mikilvægi þess fyrir trúariðkunina. Að mati Wojtaks hefur samband Guðs og manns ekki einvörðungu tímavídd, heldur einnig rýmisvídd. Sérhver reynsla Guð bundin að stað og stund eins og öll tilvera mannsins. Og nú beiti Wojtak sjónum sínum að sjálfu rýminu. Hann greinir þar á milli hugtakana staður og rými. Rými með staðseta og ganga því sem vísu, segir hann. Það kallar jafnan fram tiltekin hughrif og ætíð háð túlkun. Þetta á sérstaklega við kirkjubygginguna. Hún rýmið sem sérstaklega hannað til að vera vettvangur, funda Guðs og manns. Kirkjan rými mitt í veruleikanum og flæði tíman sem erill hversdagsins nær síður til en annarra staða. Hún nokkurs konar gríðastaður fyrir ágangi hversdagsins. Sem slíkt rými opnar mönnum möguleika til að ná áttum. Það mjög merkilegt að sjá þegar fólk fer inn í kirkjur og sest niður, alveg saman hvað það þess og til þess að safna sér saman, til að ná áttum. Og hún getur þjóna líka sem varða mitt í hversdagsleikunum. Einnig má líta á hana sem heilagt rými þar sem allar alheimurinn endurspeglast í. Wojtak minnir á að kirkjubygging reist á heimsmynd kristindómsins og birtir sýn hennar á mannlega tilveru. Kirkjan geymir sem sé sameiginleg minni samfélagsins og staðsetur það í hjálpræðissögunni og helgar. Í kirkjunni getur maðurinn sem einstaklingur staðsett sjálfa sig sem sé í tíma og rúmi, svo á söfnuðurinn innan hjálpræðissögunar og í veruleikanum. Og hér nauðsynlegt að huga að tímunum, gera mun. Við erum alltaf með tíman sem hugsaðan eins og dagatalið,
En ef við hugum að tímavítinni og lítum á Biblíun, þá byrjar Biblíun á því að skapaði tíma og rúm verður ljós og hann skildi ljósi frá myrkrinu að skapaði þessi tíma og rúm. Svo kemur öll sagan, kemur sköpunarsaga sem hefur, við þekkjum hana, kemur Ísrael og svo framvegis. Þetta er svo línuleg saga, svo miðja sögunar Kristus og endar þetta í síðustu bókinni inn himnesku Jerúsalem. Þannig að maður er með svona tímalínu hér. Og þannig hefur þessi hjálpræðu sögulegu skilningu verið mótandi. En þessi hjálpræðulegu sögulegu skilningu er festur í kirkjubygginguna sjálfa. Því þegar maður gengur í gegnum kirkjubygginguna, þá byrjar maður á sköpunni og endar í endurkominni. Þannig að tími og staður mætast í kirkjubyggingunni. Þetta hlutverk kirkjuna er ástæða þess að fólk vill hafa þær á sínum stað, jafnvel þó það þjóni ekki lengur sem þungamiðja í safnaðarstarfi og séu einungis notaðar fyrir tilfallandi athafnir. Jafnvel það eitt að kirkjubyggingu skuli verið til staðar og hægt sér til að líta til hennar hefur merkingu fyrir fólk að ná áttum og það skapar vissa fótfestu. Wojciech álítur þetta mikilvægi kirkna sem bygginga standi óhagga þótt í mörgum þeirra sé ekki lengur neina reglulega guðþjónustur. Og ekki megi draga það ályktum að kirkjuskilningu Lúthers, sem hugði að kirkja væri fyrst og fremst staður þar sem orð og sakramenti væri veitt rétt þjónusta, að kirkjurými sjálft skipti ekki í máli og gæti ekki haft sjálfstæða merkingu óháð því þjónustuhlutverki. Líkt og Guð nýtur orð og sakramenti til að nálgast manni, þá mótar hann einnig rýmið sem stað sem miðlag hjálparaði mannsins. Kirkjubyggingar hafa þar með sjálfstæða merkingu sem mótstaður. Það er eins og þær veki í þeim sem þar dvelur vitund einhverja helgi og hið heilaga. Hugtakið guðþjónustana megi ekki skilja of einhliða, heldur ber að túlka það vítt sem alhliða samtal í orð og mynd sem feli jafnt í sér það að hlusta og sjá. Kirkjubyggingin er ekki heilug í sjálfum sér, heldur helgast hún fyrir að vera þessi mótstaður. Að dómi Wojciech hefur kirkjubyggingin sjálfstætt vægi sem útskýrði þá tryggð sem fólk bindur við kirkjuna sem tákmyndar Guðs mitt í tilverunni. Nú ætla ég að huga að Eriku Grünewald sem er með svona vissa leiðréttingu á þessar áherslu. Segir að mikil átök, hún segir að þessi mikil átök eigi sér staðum hlutverk og vinnuaðferðir á sviði kennslufræði kirkjubygginga. Allangt skeið hefur vægi upplifunar á veruleika kirkjurýmisins verið í forgrunni. Þá leitast við að nýta kirkjurýmið, leiðsögn og fræðslu það til að opna fyrir trúareynslu eða gera fólk næmar á það. Grünewald telur í doktorsritgerð síni, Kunstgeschichte og Kirchenpädagogik eða listasá og kennslufræði kirkjubygginga, að slíkt afstaða geti endað í öngstræti. En menn vilja skilja fyrir það kirkjubyggingar, fyrir hvað kirkjubyggingar standa og boða í raun þurfa að huga að tengslum listasögu og byggingalistar. Taka verði með öðrum orðum samtímalegt, menningarlegt og hugmyndafræðilegt samhengi byggingarinnar með í reikningin. Hér gæti vægi gotneska kirkja verið óumdelanlegt af því að þar birtist táknum með kirkjuna með hvað skýrustum hætti. En í riti sínu gerur hún grein fyrir kirkju einn í Hamborg sem var vígð 1929 og þjónaði lengi það sem helsta vígi Þjóðverja í Hamborg sem voru hallir undir nasismann. Vegna þess að fortíðarsafnaðarins hefur kirkjubyggingin síðan verið litin hornauga. En með því að skoða byggingasöguna og guðfræðilega afstöðu í formgerð kirkjuna sýnir Grünewald hins vegar fram á að í hönnun hennar gætir áhrif af svonefndra guðfræði orðsins eða dialektísku guðfræðar sem fulltrúar þýsku játningakirkjuna settu einmitt á orðin í baráttu sinni gegn kristnum nasistum. Kirkjubyggingin sjálf verið því raun andmæli gegn þeim áhrifum sem mótuðu söfnuð hennar
á þessum viðsjárveru tímum. Svolítið írónískt að menn voru að mótmæla og voru með kenningar sem byggingin sjálf mótmælti allan tíman. Þannig getur sögulegu bakgrunnu oft varpað ljós á áður óþekkt sannindi og leiðrétt miðskilning og veitt betri innsýn í þann veruleika sem kirkjur standa fyrir. Að mati Grünewald þá orðið sem varpa ljós á myndina en ekki hughrifin ein og sér. Myndin þarnast samtals og útskýringar. Svo loks hann Holger Dörnemann. Gerir einnig grein fyrir möguleikum innan kennslufræði kirkjubygginga í bók sinni efni. Þetta svo kallað prófessorsritgerð í Þýskalandi. Hér maður ræða all mikið verk, það sem farið saumina á hugmyndafræðilegum forsendum fagsins. En Dörnemann dregur fram vægi kirkjubygginga þar sem skapaður vettvangur og andrúm fyrir mörg ólík svið mannlegra skynjunar sem gera mannunum kleift að nema eðli transcendens eða handan verunar eða Guðs. Birtu og ljós eru milduð og þeir beitt á markvísan hátt til að vekja þá tilfinningu að ljósi sé að einhvers konar guðlegum toga. Þögn í kirkjum hlaðið merkingu og orka sinn tilboð til gesta að líta ekki einungis í kringum sig, heldur einnig í eigin barm. Kirkju koma fólki hátíðlega fyrir sjónir og vekja með því lotningu sem vísa til þess sem eilíft. Þessi kirkjubyggingur hægt að skilja sem áþreifanlegan vitnisburð hið heilaga í mannlegu samfélagi. Ég einungis ekki þrjár doktorsritgerðir eða ritgerðir efni sem vísa á möguleika þessa fags og ég bara þakka fyrir áheyrnina og býð næsta aðila í prentum. Takk. Já, komið þið sæl. Ég heiti Hlynur Helgason og heiti erindis míns myndin af Júlíönu Sveinsdóttur. Júlíöna Sveinsdóttir fæddist 1889 og ólst upp í Vestmannaeyjum. Hún átti farsælan feril sem bæði listmálari og textilistakona. Hún flutti til Kaupmannahafnar árið 1911 til að nema málaralist og ól aldur sinn þar. Hún flutti þó heim árið 1928 til Reykjavíkur en sneri tilbaka til Danmörkur innan 2 ára. Hún heimsótti þó Ísland flest sumur til að mála. Hún ferðaðist einnig oft til Ítalíu að rannsaka freskur og mósaíkmyndir. Sú mynd sem við höfum af Júlíönu Sveinsdóttur áhugaverð. Hún viðurkennd sem mikilsverður listamaður sem naut mikillar virðingar fyrir list sína og feril. Samt sem áður hefur árangur hennar oft verið settur í sviga, verið skýrður af mismunandi afbrigðum þjóðlegrar afstöðu eða með vísan í handleiðslu annara. Það á bakvið þessa mynd sem hinn raunverulega Júlíöna Sveinsdóttir felur sig. Sú kona sem við sjáum hér horfa einbeitt í augu okkar, rúmlega 40. Skoðum nokkuð fleiri verk áður en lengri haldið. Það fyrst þetta hér, Íslenskt landslag frá 1925. Hér sjáum við grátt hraunið, blágrænan mosann og grænt laufskrúðið umvefja hvert annað í forgrunni á sveiflukenndan hátt, í andstöðu við hófstilltan bakgrunnin, þar sem grábrók auðþekkjanleg undir einföldum skýjum. Þessi mynd sýnir nokkuð dæmigerð fyrir upphaf ferils Júlíönu. Mynd sín sem áttu eftir að taka talsverðum breytingum á næstu árum, samhliða því sem textílverk hennar verða listrænni og samhliða auknum áhuga hennar á myndlist í arkitektúr. Áhugi sem leiddi til þess að hún lærði freskutekni og gerð mósaíkmynda hjá vini sínum Elof Riseby og vefnað hjá málaranum og textílistakonunni Astrid Holm við Akademíunni í Kaupmannahöfn undir lok 3. áratugarins. Eftir þetta verður uppbygging mynda hennar smátt og smátt einfaldari og forfastari
eins og við sjáum í þeim verkum sem hún gerði í Danmörku á stríðsárunum, eins og í þessari mynd. Sumarmorðni í Horneby frá 1941. Hér er ekki, eins og í fyrri íslenskum verkum, hægt að staðfæra verkið. Þetta gæti verið hvaða tún sem er. Verkið er byggt af sterkum, einföldum flötum, þar sem ólík græn blæbrigði njóta sín. Undir ljós, sítrónu, gulum himni sjáum við táknum trjáþykni, skærgrænt að ofan og djúpblágrænt undir niðri. Þótt litfletir byggja upp myndina eru þó í henni táknum fjarlægð. Trjábólurinn situr í forgrunni, nautsformið er í miðfletinum með smærra dýr að baki. Léttvæg tákn sem gerir það að verkum að myndin er í senn yfirborð og rými. Léttleiki pensilskriftarinnar brýtur einnig upp þunga formbyggingarinnar. Landslagið verður þannig að túlkun á blæbrigðum birtunar. Þegar Júlía snerið aftur til Íslands að loknu stríði, heldur hún áfram með álíka vinnubrögð, eins og í einu af sínum frægustu verkum. Frá Vestmannaeyjum, Elliðaey, sem hún málaði árið 1946. Form Bjarnareyjar í bakgrunni staðsetur myndina, sem að öðru leyti byggð upp af einföldum formum og sterkri pensilskrift. Eyjan er áberandi efst í fletinum. Hún eins og svífur ofan á turkisgrængráu hafi, í grænum og rauðbúnum tónum römmuð inn af ljósgráum lýsandi himni. Vinstra megin sker dökkbrún hamraveggurinn bæði himinn og haf. Forgrunnurinn er dökk klettaströndin, þunglamalegt form í dökkum tónum sem sker sig á skýran hátt frá ólgandi ljósi hafinu. Hvergi sjáum við græn engi heimaeyjar sem þó hefur blasað við frá þessu sjónarhorni. Textílverk Júlíönu eftir stríð voru ætíð meira abstrakt en málverkin. Þar dúkka þó landslagsvísanir stundum upp, nokkuð sem tengir þau málverkunum. Dæmið þetta er stórt ónefnt verk frá 1957. Hér umhverfist hamrabrúnin yfir í abstrakt ólgandi svart form sem sker flötin á ská. Ljósi hringir er eins og hnullungar sem brjótu flötin. Að baki þessu er grá lína, eins og sjóndeildarhringur sem er að baki svartafletinum. Fyrir ofan er tungltákn í gulum fleti sem er bæði himinn og haf. Verkið er abstrakt en vísar samt í landslagsform Júlíönu. Það má segja að meðan málverk Júlíönu eru staðbundin en einföldu þannig að þau eru næstum abstrakt, eru textilverkin abstrakt en samt næstum landslag. Þannig eru aldrei skýrar línur í list Júlíönu. Í upphafi ferilsins mætti Júlíana óvenju óvæginni gagnrýni. Verk á listsýningunni, fyrstu almennu sýningunni á íslenskri list sem haldin var í barnaskólanum árið 1919, ritaði gagnrýnandi vísis. Fyrst þegar ég sá myndir hennar fékk ég óbeit á öllum hennar verkum og öllu hennar athæfi. Þetta er allt ljótt. Undarleg sérviska og ekki eftirbreytnisverð. Á næstu sýningu 3 árum síðar höfðu menn tekið henni sátt þótt undirtektir væru enn dræmar á Íslandi. Á sama tíma jókst hróður Júlíönu hins vegar verulegi í Kaupmannahöfn. Danski gagnrýnandir Paul Uttenreiter lýsti henni í gagnrýni sem sjálfstæðum, eindregnum og frumlegum málara. Auk þess að nefna að skýringu á þessu mætti finna í uppvexti hennar í Vestmannaeyjum. Þannig á þessum tíma var áhersla lögð á það að hún væri eiginlega ekki beinlínis frá Íslandi, heldur frumstæðri eyju út af ströndum Íslands. Staða Júlíönu innan dansks listheims styrtist verulega næstu 2 áratugina og hlaut hún reglulega lof fyrir kraftmikil og hófstillt verk sín. Landslagsmyndir, portrett og kyrralífsmyndir. Á norrænu sýningunni sem Nordísk Kunstforbund hélt í Oslo og Kaupmannahöfn árið 1947 sýndi hún í danska hlutanum.
Norski gagnrýnandinn Håkon Stensdagsvold sagði þessu tilefni: Hjá Júlíönu Sveinsdóttir nefur maður þróaðan danskan stíl. Málverk hennar eru mýkri en hjá flestum af hennar samlöndum og einkennast af mildum malerískum heildarsvip. Hér og annar staðar var greinilega mikilvægt að skilgreina list Júlíönu út frá þjóðerni. Nokkuð sem var algengt í nýlendru tengdri listumræðu á eftirstríðsárunum. Þetta í samræmi við skilgreiningu franska heimsbyggingsins Jacques Derrida að öll menning grundvölluð á nýlendu hugsun. Sérhver menning skilgreinir sig út frá einhliða skilgreiningu út frá einhvers konar málpólitík. Upphaf leikninnar kemur með því valdi sem felst í því að nefna, í því að skilgreina og réttlæta nafngift. Þegar Júlíana sögð hafa en útpregið dansk stíl, þá höfðu gagnrýnendur tekið afstöðu til Júlíönu, hæfileikar hennar gerðu hana danska, þar með var búið að flokka hana landræka. Árið 1943 birtist fyrsta yfirlitsgreinin ævi og verk Júlíönu í listtímaritinu Samleren, skrifuð af góðvinni hennar, danska málarunum Elof Riseby. Í greininni leggur Riseby grunninn að 2 þáttum sem áttu eftir að marka mynd Júlíönu fram á næstu öld. Samstarf hennar með Jóni Stefánsinni í stutta stund, sumarið 1921, og persónulega krísu sem hófst 1928, þegar hún flytur til Íslands og tilbaka og stóð í 10 ár. Að sögn Riseby hafði Jón mikil áhrif á Júlíönu þegar þau voru samtíða í Húsafelli sumarið 1921. Björn T. H. Björnsson byggir á þessu í umfjöllun sinni feril Júlíönu í drögu sínum að listasögu sem birtist árið 1964. Fyrir sumarið 21, að sögn Björns, var stíll hennar mjög óráðinn, henni tókst ekki enn að safna myndefninu saman í heildarsýn, skera niður aukaatrið og fella saman í lit og formblakkir. Í túlkun sinni greinir hann jafnframt grundvallarbreytingu í list Júlíönu. Fyrir áhrif frá Jóni, þótt Birni þykir þau í grundvallaratriðum ólík í stíl. Þar sem Jón stemdi að mikilúðlegu og meitluðu formi myndskipun sem var næstum því stærðfræðilega óhagganleg, beindist viðleitni Júlíönu í átt að miklu innilegri og leið duldari listar. Það ljóst að viðvarandi skýringar á glæstum árangri Júlíönu liggja að mati Björns í þessu stutta samstarfi með Jóni Stefánsinni sumarið 1921. Ég vil þetta vísa til orða bandarískra sagnfræðingsins Gerdu Lerner sem árið 1987 skrifaði: Svo virðist sem það hafi ekki gerst að nein kona eða hópur kvenna hafi komast af án verndar karla. Konur áttu sér enga sögu. Var sagt við þær og því trúðu þær. Vegna þess að þeir áttu sér ekki sögu, áttu þær sér engan möguleika í framtíð. Það var ómögulegt að skrifa Júlíönu inn í drauginn J.T.H. listasögu, án þess að vísa til skynsamrar íhlutunar Jóns Stefánssonar. Án hans gat Júlíönu ekki átt sér stað í sögunni eða framtíðinni. Krísan í meðförum Riseby á sér stað þegar Júlíönu reyndi að flytja til Íslands árið 1928. Henni þótti hún á þeim tíma föst í fortíðinni, í mannlegri og listrænni leit. En sá dagur kom að Júlíana skildi að málverkið verður að tjá listamannin sjálfan, að vera sköpunarverk hans, og þá fannst henni að hún yrði að byrja upp á nýtt. Í reynd, ef við lesum þetta grannt, snýst þetta að konan gefur upp eigin vilja á forsundum hans, sem eru merkisberi nútímalistarinnar. J.T.H. fylgir fordæmi Riseby þetta.
krafðist þessi stílkreppa uppgjörs af hennar hendi fyrir almanna augum. Úrlausnina fer hann skrefinu lengra. Lausnin á persónulegri krísu Júlíönu holdgerð í Recipe sjálfum. Urðu áhrif hans á list Júlíönu sennilega veigamesti þátturinn í nýsköpun hennar. Ljóðrænt næmi hans, víðtæk listþekking og undarleg innsægreind var henni einmitt það mótunarafl sem hún þurfti mest á að halda þær mundir. Þannig Júlíana komin á billi 40 og 50 að aldri. Þurfti nauðsynlega mótunarafl. Þessi þemu, nauðsyn karlmannlegrar leiðsagnar auk átaka þjóðlega merkingu Júlíönu, hafi verið áberandi megin þemu í þeirri mynd sem birst hefur af henni sem listakonu. Það ber þó að geta þess að í nýlegri umfjöllum, í tengslum við sýninga á verkum hennar í Danmörku árið 2016, þar sem að Hrafnhildur Schram og fleiri rituðu sýningarskrá, loks gefin margbrotnari og sjálfstæðri skýring á þróun listar Júlíönu. Það verður að viðurkenna enn gætir mikilvægra áhrifa Jóns Stefánssonar, en Recipe hefur hins vegar fallið í skuggann. Í stað hans koma tilvísanir í mikilvægi samstarfs Júlíönu við margar samtíðarkonur sínar á vettvangi myndlistar á 4. áratugnum. Það einkennir verk Júlíönu að þau eru sérstök og áhugaverð á sínum eigin forsendum. Staða hennar, hún kona og hún landförull, mikilvægi í því að skilja nánar mikilvægi listar hennar. Við erum vonandi ekki lengur háð því að tilgreina handleiðslu ákveðina karlmanna eða svimandi áhrif landsins sjálfs til að túlka list hennar að verðleikum. Sérstaða listar hennar slík að hún fellur ekki að skilgreiningum á framúrstefnu eða hefðum í listsköpun. Hún sækir sér áhrif víða, ekki til einstakra karlmanna. Hún saknar Íslands en festir ráð sitt í Danmörku og vinnur á mörkum beggja. Það í því samspili sem einstök list hennar þróast. Fræðimaðurinn Homi Bhabha lýsir slíkri afstöðu landförulla listamanna vel í bók sinni Staðsetning menningarinnar. Þar sem hann skoðar menningu í kjölfar nýlendustefnunnar. Hugtak Bhabha þetta minority discourse, orðræða minnihlutans. Orðræða minnihlutans leiðir í ljós hversu óyfirstíganlega tvíbent það kerfi sem mótar tvíræða hreyfingu sögulegs tíma. Minnihlutalistarmenn, eins og Júlíana, landförullkona falla ekki að hreyfingu sögunar, heldur sýna þeir fram á að hugmyndir eins og þróun og þjóðurni í sögulegu tilliti eiga ekki við. Slíki listamenn eru á skjön, ekki vegna þess að list þeirra ekki viðeigandi, heldur vegna þess að megin orðræðan skekkt í eðli sínu. Með tilliti til þjóðurnis, framþróunar, kynferðis eða annara valdatækja nútíma sögunar. Þá lýk ég máli mínu. Og þetta var jafnframt loka erindið á þessari málstofu. Ég þakka þáttakendunum kærlega fyrir erindi sín og þeim sem áhlýttu fyrir einlægan áhuga.